Góðan daginn, Bergrún heiti ég og ég ætla aðeins að segja ykkur hvernig við gerum þetta hjá Vinnueftirlitinu. Það virkilega áhugavert að heyra svona samhljóminn og svona hvað margt keimlíkt, en svo kannski einhver blæbrigðamunur á milli og ég ætla kannski svona aðeins bara að tengja þetta við að vonandi hafa einhverjir séð þetta verið í lagi eftir daginn öll heil heim. Þetta slagorðið okkar sem að við erum með mjög göfugan tilgang og það er að allir komi heilir heim og við eigum svolítið til að bæta við í lokin starfsævina enda vegna þess að það skiptir máli. Við viljum ekki bara koma heil heim í lok vinnudagsins, heldur líka eftir starfsævina. Og við teljum að heilbrigð vinnustæðamenning miða því öll dagleg starfsemi vinnustæðins leggi áherslu á veljan og öryggi starfsfólks og það að kveðja starfsfólk í lok starfsævinar skiptir alveg jafn miklu máli eins og að taka vel á móti þegar það kemur inn á vinnumarkaði. Við höfum sett fram stefnu sveigjanleg starfslok sem aðgengileg öllum starfsmönnum á Workplace hjá okkur. Hún var sett fram 2022 og þar í rauninni erum við að tengja við stefnu stjórnvalda þar sem að þeir hafa sett fram stefnu auki valfrelsi við starfslok og í rauninni í þeirri stefnu kemur líka fram þetta að hvetja til að gefa fólki tækifæri á að minnka við sig. Og þetta skiptir svo miklu máli í stóra samhenginu. Skiptir svo miklu máli í stóra samhenginu að því að þarna í rauninni það að setja þetta svona fram og það að tengja þetta við, þarna við í rauninni, þetta þetta stóra lífeyriskerfi sem þarf að tengja allt saman. Það þurfa allir að leggjast á eitt til þess að þetta virki. Stefnan okkar rúmast á einni blaðsíðu og ég ákvað að setja hana bara upp þarna. Megin inntækið þarna að við viljum vera fyrirmynda vinnustæður þar sem starfsfólki líður vel. Við leggjum áherslu á jafnvægi, milli starfs og einkalífs og það að starfslokin komi frá starfsfólkinu sjálfu. Að það getur svolítið haft áhrif á það hvernig það lýkur sínu ævistarfi. Að í rauninni þau koma til okkar, við erum ekki með svona fyrirfram mótaðar hugmyndir, heldur erum við bara alltaf tilbúin að skoða með svolítið opnum hug. Hver eru þínu væntingar, hvað sér þú fyrir þér, þannig að þetta alltaf samtalið. Og við erum í rauninni, tengjum þetta líka við gildin okkar, að því að þetta samvinna. Þetta samvinna og samstarf á milli aðila. Það þarf að vera traust til staðar til að geta átt bara mjög heiðarlegt samtal við þetta þegar fólk að fara í þessar pælingar. Stundum vill það bara viðra, máta, í rauninni bara svona aðeins byrja að taka samtalið og við teljum að með því að bjóða upp á sveigjanleg starfslok þá séu ákveðnar forvarnir í því að því að fólk getur þá jafnvel á meðan það hefur heilsu til í rauninni búið betri í haginn fyrir eftirlaunin og þar með skila þeim árangri að það eigi bara dálítið gott þriðja æviskeið. Þannig að hérna svona svolítið ferlið okkar. Þetta eins og segja, við höfum svolítið, við erum með þetta sýnilegt, gagnsætt fólkum með þetta hjá okkur. Þar leiðandi það svolítið starfsmaðurinn sem byrjar yfirleitt samtali hjá okkur, þau vita hvernig þetta Næsti stjórnandi fer þá og metur beiðnina í samráði við mannustjóra og forstjóra. Og af hverju gerum við það? Það að því að við erum með þetta svo opið að við viljum alltaf skoða. Við segjum aldrei nei, heldur í rauninni bara ræðu við hvernig þetta getur allt saman passað inn hjá okkur og svo þessi umræður og samtal ef það þarf að aðlaga eitthvað, sjáum bara gengur þetta upp þar sem þú ert að óska eftir. Við gerum þetta alltaf að hámarki til 2 ára í senn. Við erum svona miða við að þetta byrji 65 ára aldurinn, gerum til 2 ára til að byrja með, þá erum við svona að horfa upp í þennan 67 ára aldur og síðan þá að fólk megi framlengja 1 ár í einu upp í 70 ára aldur sem hámarki sem við erum opinber stofnun þannig að það samkvæmt starfsmannalögunum það verður bara upp í 70 ára og ástæðan fyrir því að við viljum vera að taka þetta samtal, ástæðan fyrir við gerum ekki bara 5 ára samning í rauninni nákvæmlega eins og þær komi inn á hérna áðan. Fólk bara hefur ekki alltaf heilsu. Það getur eitthvað breyst í starfseminni, við erum ekki stórstofnun, við erum rúmlega 63, þannig að þetta þarf alltaf að ganga upp á báða bóa. Svona aðeins tölulega staðreyndir, og þetta svolítið skemmtilegt þegar ég setta niður, við erum 63 starfsmenn og af því eru 7 í sveigjanlegum starfslokum. Þannig að við erum með yfir 10% hjá okkur í sveigjanlegum starfslokum. Og
alls ekki allir eins, eins og þið sjáið, 2 vinna ekki yfir sumarmánuðina, 2 vinna ekki á mánudögum, þeir finnst ekki að lengja helgina, 2 vinna ekki á mánudögum og föstudögum og þessir aðilar sem vinna ekki á mánudögum og föstudögum, þeir byrjuðu á því að vinna ekki á mánudögum. Þannig að þeir eru í framlengdum samning þá breyta þeir, skiljið. Þannig að aftur, þetta alltaf þetta samtalið og svo einn sem að fannst bara rosa gott að vinna hálfan daginn. Það var svona útförsunin. Og þetta alltaf svolítið svona gaman þegar samtalið byrjar og þau alltaf svona, þau eru ótrúlega ánægð með þetta og þau haldist alltaf dálítið vel opnu svona þangað til við erum að fara að endurnýja. Hvort þau ætla nú að fara, kannski bara betra hætti, kannski betra að vinna, kannski svona. Þannig að þetta alltaf svolítið skemmtilegt samtal. En kannski bara svona aðeins í lokin. Mannauðin gríðarlega dýrmæt auðlind og við gætum að því að ráðin mjög fjölbreyttan hóp og það sem að kannski sérstakt hjá okkur, við erum vissulega með starfsfólk sem búið að vinna hjá okkur nánast alla starfsævina. En við erum líka ítrekað ráðin fólk sem kannski 50-60 ára pluss, sem mjög reynslu mikið á sínu sviði, sérstaklega sérfræðingarnir í eftirliti hjá okkur. Það í rauninni bæði fyrirtæki eftirliti en ekki síður í vinnuvéla eftirlitinu hjá okkur. Þeir sem að koma þar inn, þetta bifvélavirkjar, bílasmiðir, vélvirkjar, rafvirkjar, oft finnst þeim gott að koma og nýta sína sérþekkingu þó þau vilja kannski ekki vera í líkamlega erfiðisvinninni, að þá hafa þeir tækifæri til að koma til okkar og þeir vilja svolítið bara svona koma til okkar og fá að deila þekkingunni en fá að halda sig lengur inn á atvinnumarkaðnum og þetta dýrmætustu starfsmennirnir okkar og það svo mikilvægt að ná einhvern veginn að brúa þetta bil, ná þessari þekkingu inn og þetta mjög sérstakt að því að ég verið annars staðar áður og þá maður kannski ekki að horfa á þá sem 60 pluss í bunkanum. Þú veist, það bara staðreynd málsins en þarna þetta verðmestustu starfsmenninum og svona, já, yes, kemur neitt góðir hérna. En það sem líka gerast að af þessum 7 sem ég nefndi áðan 5 í vinnuvélastraumi, þar sem 24 starfsmenn. Og það sem það gerir okkur þá kleift líka að við sáum fram á, við vorum komin svolítið marga sem voru að minnka við sig, þá voru herðu, býtu, við náum að ráða inn hérna, við púsluðum saman einu stöðugildi sem við náðum að ráða inn, þá vorum við að fá yngri menn inn sem að ná þá að tengja þekkinguna á milli og þetta alltaf besta eins og við vitum þegar við náum að yfirfæra að tengja þekkinguna í báðar áttir. Og við teljum að svona aðlögun skiptir gríðarlega miklu máli. Við erum alltaf að aðlaga okkur í lífinu, öllu. Það bara aðlögun á hverju degi og af hverju ættum við ekki að fá að aðlaga okkur þriðja æviskeiðinu. Þetta ekkert smá stórt skref. Við leggjum líka áherslu á því að kveðja fólki okkar mjög vel. Það alltaf kveðja kaffi hjá okkur líka og það nákvæmlega sama fólki feimið. Það bara, nei, ég vil ekki, en svo vill það. Og það skiptir svo miklu máli að kveðja vel og skiptir svo miklu máli að fólk gangi stolt út og sé sátt við ævistarfið og það sé ekki einhvern veginn svona að hrökklast úr af því að það búið að missa starfsgetuna, heldur að við sem að hjálpa því að fasa út og labba út með reisn. Það ekki meira frá mér. Takk fyrir.